Sælir, kæru hlustendur og áhorfendur hvar sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfarið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður Læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra, með svona framsýnar og kannski, áhugaverðar skoðanir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfið í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og var spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtunum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag, sem hörku brautryðjandi, kannski alveg eins og foreldrarnir. Og kannski byrjum við þar. Velkomin, Ragnar Freyr. Takk kærlega fyrir þessa kynningu. Já, ég myndi segja að vera brautryðjandi. Já, þú segir nokkuð. Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu. Já, ég veit það nú kannski ekki, en allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefum gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðustu, hvað getur maður sagt, 6 vikurnar, þá getur nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig að... Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig. Þetta kom náttúrulega algjörlega flatt upp á mig. Já. Ég bara bjóst engan veginn við því að í þessu símtali yrði mér sagt upp störfum, sko. Það var, eins og ég er búin að held ég segja frá þessu einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni. Ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna í tæpa rétt rúma 2 mánuði. Já. Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubit yfir því að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það. Vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru. En ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég, því að ég stóð þessum tímamótum á 50, eiga það skilið að aðeins að bakka tilbaka og svona rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og sinna fjölskyldunni ögnum betur og svona. En ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði mig á því hver að hringja að hann væri að vera að kalla minn úr fríi, úr þessu leyfi. Já. Og hver það sem hringir? Það kollegi minn og yfirmaður Rapp Benediktsson og hann hringir þarna ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég hringi tilbaka rétt eftir. Ég satt á hestbaki þegar hann hringir en ég gat ekki svarað honum og hann gengur bara skorinort til verks og segir mér það að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þess vegna sé mér sagt upp störfum og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég það kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og þess vegna þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhaldsaðgerðir. Bara þannig ég skjóti því að það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum. Það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp störfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum. Ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum. Bara þú varst aðalspartnaðurinn. Það virðist sem svo að spítalinn ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einum manni í launalausu leyfi. Og það kannski segir meira nokkuð óstjórnuna sem ríkir á þessari stofnun að þetta þykir lógísk og góð niðurstaða. Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða? Já, sem sagt, við hefum átt síðan að þetta gerist, þá höfum við átt áttum við fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustaði á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú
spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun, að þarna sé bara verið að einfaldlega leggja niður starf í sparnaðarskyni. En að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka. Semst, á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt væri lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutfalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir. Það er þá morgun ljóst að það er ekki verið að leggja niður neitt starf, það stendur mér til boða og ekki nóg með það stóð öðrum til boða og það starfið er þegar unnið af öðrum læknum núna. Það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði. Já. Þannig að starfið fór ekki neitt. Og svo það er aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir. Já. En aftur eins og ég sagði áðan, það hefur ekkert bólað á þeim aðgerðum. Ég hef ekki heyrt af neinum öðrum. Svo 2-3 vikum síðar var haldinn fundur, sem starfsmannafundur, þá hélt forstjórinn fund ásamt framkvæmdastjóra mannauðssviðs, þar sem þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki. Og þar er fullyrt að það er að ná þessu með starfsmannaveltu. Það er því miður vel þekkt að það er mjög mikil starfsmannavelta á Landspítalanum, alltaf 15% starfsmanna rúlla þar í gegn á hverju ári, sem þýðir að af 7.200 þá var það bil 800-1000 sem hætta og byrja. Og það átt að ná einhverjum stöðugildum með þeirri veltu, en svo átt að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér, þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist. Já. Það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það semst ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni. Bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í semst mjög litlu starfshlutfalli. Já. En ég náttúrulega var ekkert í mjög litlu starfshlutfalli, ég var í 33% starfi sem er þriðjungsstarf. Já. Og ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það. Er það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ? Jú, það er allur gangur á því. Já. Og ég veit að forstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í Spítalapúlsinn þess efnis sem er dreifiritt spítalans, eða svona fjölmiðill spítalans. En það er samt ekki þannig að þetta er eins og forstjórinn lýsir. Við öfluðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn er í 80% hlutfalli eða meira sem er yfirlýst markmið spítalans nú, þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans. 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem er 40 til 80%. Já. Og svo er einungis 15% í það sem myndi kallast litlu starfshlutfalli að minna en 40%. Men það starfa mörg hundru læknar á spítalanum. Það eru, hvað ætti ég að giska á, þetta er 300 sérfræðilæknar, þetta er 300 sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki lokið sérnámi. Og þarna eru tæplega 70 skurðlæknar. Allt er þetta í breytilegu starfshlutfalli. En sem hlutastarfsmenn, en ég víki nú aðeins að því, hafa nú þjónað Landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina. Semst, við erum fámenn þjóð. Já. Og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði. Semst, og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhringinn til að sinna ólíkum hlutverkum. Og það er samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla. Og þannig hefur það verið í gegnum tíðina. Nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir. En er ekki, nú veit ég ekki, mig grunar að það sé mestu tekjurnar að því að vera með stofu. Er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastræðan starfsmaður á spítalan? Já, ég held að það er ekki alveg rökkastiðast. Það hefur lengi verið talað þannig, en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar, þá er það ekki laun læknisins. Já. Þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum, þá er það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar.
bara það að leigja stofuna, vera með starfsmenn, borga fyrir tæki og búnað, aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar það sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð. En eru hagsmunir af því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu? Er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítalann? Já, mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott. Sko, þó að ég standi í styr og stríði núna við Landspítalann þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og ég er alin upp þar sem læknanemi, ég steig þar minn fyrstu skref sem læknir, sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á hreinu að ég myndi alla daga vikuna segja að ég sé Landspítalamaður. Og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefni þar eins og yfirlæknir COVID-deildarinnar á sínu tíma, var það ekki? Jú. Ég hef náttúrulega bara gegnum tíðina tekið mér fjölda verkefni á spítalanum ásamt mörgum öðrum og ég hef gengt ólíkum starfshlutföllum öll þau ár og það er bara verðt að hafa þau, þegar ég flytt heim, ég er gigtalæknir, ég er lyflæknir og gigtalæknir. Já, það verður ekki ennþá komið fram. Já, mér stóð aldrei 100% starf til boða á Landspítalinu. Mér var ekki boðið 100% starf. Og mér var ekki boðið starf á gigtadeildinni. Og ég var bara mjög þakkláttur fyrir það að hún Sigríður Þórdís, yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum lyflækningum og sem þá ekki mitt sérsvið. Þannig ég hóf starf þar og það var náttúrulega og þar tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp, fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild lyflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár. Gef mér smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild lyflækninga? Bráðalegudeild lyflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna er mér þess að vera að endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heitir núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn er þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það er ljóst að þú ert innlagt og þá ferðu fyrst í hendur og þú ert með lyflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á lyflæknum, bráðalyflæknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhringana og reyna að greiða hratt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins hratt og auðið þér við góða heilsu heim. Þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teymi eftir. En hvað er sérstakt við þetta? Já, það má kannski segja að vinnulagið er sérstakt. Svona hraðvirt. Það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita, sem getur maður sagt, snör handbröð, koma hratt að málum sjúklinga, vera, getur maður sagt, svona aggressív í okkar greiningarvinnu, reyna að komast hratt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins hratt á lappir og auðið var. Og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessari deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá er, getur sagt, stofugangur er gengin með ákveðnu sniði, samskipti læknis og hjúkrunarfræðings eru með ákveðnum hætti, það er aðeins aukin mönnun á deildinni sem gera það verkum að getur kannski haft hraðari hendur en alla jafna, þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaxandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefni aðeins ofurliði, það fékk ekki að vaksa eins og kannski hefði þurft. Já. En svo var verklegin aðeins breytt og núna getur maður sagt svona bráða lyflækna teymi vítt og breytt spítalan sem að reyna að vinna með þessum hætti og oft gengur það bara alveg, hefur það gengið alveg ágætlega. Það er náttúrulega alls konar þróunastarf í gangi, geti ég ímyndað mér og mikil þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir við þig út af því að ég henni svona áhugasum þetta og fóra að lesa mig til svolítið og það er alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu. Það sem bara standa alveg gengdarlaust. Ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með
bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til þess að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með svona lífsstíl, er það ekki? Lífsstílslæknisfræði er til dæmis eitt af því sem við ætlum að ræða hérna eftir. Já, ok, en ég ætla ef ég víka örlítið aftur á þessum skemmtilegu verkefnum, ef ég fæ aðeins að klára það að við förum í önnur skemmtilegu umræðefni en það aftur, þá fékk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegra verkefna. Við byggðum saman upp svona sýklalyfjaeiningu, þar sem gæst fengið sýklalyfjaæð en samt verið heima hjá þér. Svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega, þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif, þá var það ofsalega gaman að vera læknir á Landspítalanum á þessum tíma, algjörlega einstakt. Og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að sinna okkar fæi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjótt að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar. Það er svolítið áhugavert þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólkið út af því að þið fengur kannski að spreita ykkur. Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala. Nei, ég meina mér finnst allt í lagi að segja allt sko. Ég get alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í. Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti ég eftir með aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að þær blómstruðu og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl. Já. Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getur maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi. Já. Og síðan þá hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leyfum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna. Ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna, þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunargagna við krefjumst. Og þá ert að segja að ykkur sé treyst fyrir í rauninni móta stefnu eða sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni, en síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leyfa fagfólki að vinna og inn á Landspítalanum, í heilsugæslunum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heil haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki, bæði læknar og hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og ljósmæður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it. Við erum með ótrúlega vel menntað fólk. Og þú segir það alveg hérna bara núna, erum við vel sett hérna á Íslandi með, þú veist, hérna... Fólki sem við eigum frábært og hérna við hefum ótrúlega mikið af flottu fagfólki menntað á bestu stöðum í heiminum. Okkur vantar bara aðeins meira að því. Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að mennta sig? Algjörlega, tvímælalaust. Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi? Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjúgt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun. Fara bæði til Bandaríkjanna, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég, að sækja sér menntun erlendis. Ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim verstu og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum örþjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið. Þú veist að við rekum hér
góðar heilsugæslustöðvar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilislæknum og fleira starfsfólki þá er ofta tíðum vinnan sem þar er önnin hún er góð sama með stofur sérfræðilækna aðgengi á Íslandi er með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að verða 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á samt nokkurum öðrum þjóðum. Er líklegast að við náum 75 ára aldrei án þess að óháð sjúkdómaflokki. Já, það til mjög hvað þýðir það? Já, semst að þetta ákveðna flokkar sjúkdóm heldur minnir samkvæmt þessum rannsóknum 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með og svo er metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða Án þess að fá einhverja greiningu? Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtarsjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokkað niður. Og Ísland er eitt besti heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónustan, gott aðgengi að heilbrigðisþjónustinni. Ég meina, aftur, ég ætla ekki þó að við séum góð, þá er margt sem við þurfum að laga náttúrulega. En við gerum margt gott hérna, ég meina, við eigum, margt sem er gert á Landspítala er frábært. Já. Þannig að það má ekki gleyma því, sko, þó að maður sé í því að gagnrýna kerfið og skoða það sem betur má fara, þá ætla ég ekki að gleyma því að það er margt sem við gerum hér mjög gott. Já, það er mikilvægt að segja það. Að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir en það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settust að þetta hefði verið áfall fyrir þig. Þú situr á hestbaki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem er að segja upp störfum og það er einhvern veginn alveg, það kemur í opna skjöldu. Já, bara algjörlega. Ég get ekki logið þín eitt. Hvernig leið þér þarna? Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki. Þú trúður þessu? Ég bara trúði þessu ekki. Mér finnst þetta bara svo algjörlega fáránlegt, sko. Og eftir því sem lengur líður frá þessu, sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlegra, sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt. Hún bara kveður fastar. Já. Og hérna, þú ert bara að undirbúa málaferli. Já, vitaskuld. Út af því að, útskýrðu þetta fyrir mér, er það ekki þannig að út af því að þú ert formaður læknafélagsins, þá ertu svona eins konar, með trúna, hvað er það kallað? Sko, það eru, á Íslandi eru lögum, að mínu mati eru nokkur lög sem eru brotin. Númer 1 er það lög hlutastarfsmenn. Hlutastarfsmenn er ekki að líða fyrir það að vera í hlutastarfi og það er ekkert að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minnka við sig stöðuhlutalli bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug. Þannig að þú skalt njóta þeirrar verndar bara, og svo eru stjórnsýslulög brotin að mínu mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin geysilegu sparnaður í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur rekið. Má segja fólki upp í síma? Ég bara spyr. Já, það er annað. Það er brot á verklagi. En sko, sem sagt, þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá ertu að gefa honum áminningu og varan við og svo getur eftir nokkra áminningar sagt honum upp störfum. Það var ekki gert í mínu tilfelli. Enda ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hín störf. Meira og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfisins. Já, það gleður mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum. Og ég meina, ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það er náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt. Sem er náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlustað á hann. Já, en ég meina þetta hefur verið sko, að þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði er þetta náttúrulega áfallið við að vera sagt upp störfum og svo allt það sem ég finnst vera óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju, það er bara einhvern veginn bara einhvern ótrúlega tilfinningarót, sko. En ef ég fæ aftur að klára þetta með hérna Við förum úr einu annað, það verður þannig. Já, og svo veður líka mér, sko. Það er bara gaman, en ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur að því sama
Þannig við klárum þetta, já. En svo náttúrulega, svo aftur eins og, svo þetta með stjórnsýslulögin, ég var búin að klára það, en svo þetta lög trúnaðamenn. Og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn, en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM, og þá voru læknar partur af BHM, og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðamenn, og þetta samkomulagi hefur virt síðan 1989. Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM 1997, en það hefur allar þetta samkomulag verið virt allar tíð síðan. Það hefur oft verið vísað til þess, og þetta samkomulag hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og verið gildi fyrir hjúkrunarfræðinga. En Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulag ekki lengur við mig, og þá sérstaklega bara ekki við mig. Já. En hvort það eigi við aðra, það veit ég ekki. Þannig að þetta eru þau atriði sem skoðu svona lögfræðilega. En svo get ég sagt hvernig á að segja upp fólki. Ég meina, þegar þú ert að leggja niður starf, þá til verklagsreglur. Já. Og ríkið hefur gefið það út, og þú getur bara að googla það, niðurlagning starfs, verklagsreglur, og þá alveg ljóst að þú átt ekki að hringja í fólk að lokna vinnudegi, þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma. Og yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og Nú, já, hvernig getur það verið? Nei, hann segir bara ósatt, það er ekkert flóknar en það. Hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund, en það var ég sem stakk upp á honum til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn, og hann sammæltist í að við myndum hittast og þá með mannes fulltrúa. Það mýst það svolítið alvarlegt ef það sagt ósatt. Já, mér finnst það líka, og svo en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir 2 dögum síðar, þá náðum við saman fundartíma sem var þá mánudeginum, og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í síman, og það er náttúrulega bara alls ekki rétt, það er bara ósatt. Hverju þarf hann að fara, og þú ert þarna að tala Rafn Bindilsson. Já, og það var augljóst í fréttum daginn eftir, þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli, og í fréttum daginn eftir er hann margsaga samtal okkar og tjáir sig mín starfslok bara í fjölmiðlum. Er hugsanlegt, út af því að nú erum við líka meðvituð það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi. Er hugsanlegt að þið séuð að upplifa það sem gerist með ólíkum hætti? Nei, það held ég ekki. Ég tel enga líkur því, ég er engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig. Það var annað fólk viðstatt strax eftir samtalið, og ég fór og rækti samtalið við eiginkona mína og vini. Ég rætti síðan við Lögfræðing Læknafélags það og fleiri aðila, og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli, og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax kvöldið. Já. Og ég skil ekki óskopunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt. Hann getur bara sagt að hann var orðið á mistök, hann hafði ætlað að gera hlutina öðruvísi, en hann gerði það bara ekki, og þess vegna finnst mér það svíður ennþá verð undan því af hverju er verið að segja ósatt, af því síðan í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standi til boða 100% starf, og kemur bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt, og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn. Ég menna, það er ekki þetta pína, ég menna, taktu þetta starf ellegar ég rek þig. Hefðirðu viljað 100% starf á einhverjum tímapunkti? Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður. Já, en þarna í þessu samhengi, það var ekki það sem þú óskaði? Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður Læknafélags Reykjavíkur sem er starfshlutfall, það er 25% starf. Já. Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstætt lækna, og svo náttúrulega rek ég stofu. Já. Og ég er læknir á annað 1000 manns sem er á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum, og þú segir ekkert skilið við það fólk bara svona í einhverju skyndihugdettu. Ef ég myndi vilja loka... Þá þyrfti miklu lengri aðdraðandi ef það ætti að gera svona breytingar. Ég meina, þegar ég fer á eftirlaun og þarf að loka minni stofu, þá þarf líklega 3 ára aðdraðandi að því. Að koma sjúklingunum mínum farsarlega yfir í hendurnar á öðrum læknum.
og ég meina þegar ég er búin að reka stofu í 10 ár, ég er búin að eiga samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016. Ég meina þú lokar ekki dyrunum á fólk með þessum hætti. Ég meina það væri fullkomlega siðlaust. Ég veit ekki hvort við getum farið að færa okkur yfir það, en mér finnst svo áhugavert, svo margt í ykkar starfi og eins og þú ert að lýsa að það myndast, það þarf að myndast einhver trúnaður og sko svona tengsl þar sem að þú ferð að bera ábyrgð. Absolutt. Og ég velti fyrir mig, ég myndi eftir ýmislegt í hug, þessi ábyrgð, datt í huga áðan þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir því þegar ég var kennari og fekk hrós, þá kom alltaf einhver svona rödd, en ég hef nú gert ýmis mistök. Já. Er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu hvort þú ert að gera rétt? Algjörlega. Ég sko, ég meina það er þannig að þegar maður er búin að þekkja fólk lengi, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það oft á tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks, að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar það hallar undan fæti og það er ótrúlega traust sem hann er sýnt og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum. Það er bara samskiptin og þetta samband gefur þér. Alveg frábært, það er dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila. Ég meina, ekki allar ákvarðanir sem maður tekur eru farsælar og þegar maður er til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður er að gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar, þá er það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allavega náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina stundum sumar ákvarðanir sem maður tekur, þær er ekki góðar en maður veit það ekki fyrirfram. Akkurat. Þannig að það kemur á daginn að ákvörðun manns reyndist ekki vera góð. En til þess að laga það, þá þarf það að geta verið til staðar fyrir sjúklingiðin. Og oftast er það þannig að hafa maður orðið eitthvað á og maður er bara opinskár það, þá oftast nær hefur að eins með að vera þannig að fólk bara er til í að fyrirgefa það og halda áfram. Og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það er traust að báða bóa, að treysta því að maður er að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn, en ef manni verður eitthvað á eða meira þess að mann verði ekki á eða bara ákvörðun sem maður tók leiddi ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi, að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga. En ég meina það hlýtur að vera streita í þessu. Ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þér einhver önnur hugmynd eða þú líkir á kottanum alveg. Ég vakna stundum á nóttinni bara. Þessu bara, Jesus, herðu, ég átti eftir að svara þessu. Og það gerist nú oft og á morgnana vakna ég nú eðilega með einhvern svona verkefnilista ef hvað mér langar til að gera þann daginn. En svo reynir maður bara að hafa skipulag á þessu. Ákveðu hvenær áhyggjurnar með að koma. Já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir. Viltu segja mér aðeins svona bara út af þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fékkst eitthvað hugboð og bjargaði mannslífi eða... Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sagt dreigið svona sögu upp úr hattinum, en það er bara, ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina, það er náttúrulega ótal skipti sem maður séð eitthvað eða fiskað eitthvað eða fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að sjúklingandi minna hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og þá var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og að þessna láti mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug. Já, frábært. Ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér, mikið frekar en kallar og það væri meiri tengingu við. Já, ég hugsa það sem er rétt. Er það ekki? Jú. Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú? Já, ég spyr eiginlega alltaf. Þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég hugsa fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér? Vá, þannig að þú ert
frekar óhefbundin svona nútíma læknir. Ég held að við séum margir svona bara, við erum mörg svona. Já. Og að því ég meina sérstaklega í dag, það er svo mikið af upplýsingum í boði. Ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setjast niður og hugsa, ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrunn eða í einhverja gervigreindarlíkan og sko má ég segja, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti, hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það. Og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gikt og eitthvað svona. Og ég gerði þann daginn, ég var með bátsmeinsbrot. Já. Og ég setti röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annað en læknirinn. Og röntgenmyndirnar sem að ég lét gervigreindina lesa út úr sagði þetta er bara mjög vel gróið og það er komin tími til þess að þú fyrir að hreyfa þessa hendi. Hún er þarf meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi. Og ég, á ég að segja þessa sögu, þetta er nefnilega svolítið áhugaverð saga. Já, sendilega. Má ég, út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeiningar læknisins á baklæðindeildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbáslega einhvern veginn fyrir brjóstið á mér. Ég átti svo erfitt að vera handlama, gat ekki fara í skíðaferðina, gat ekki gert neitt og nema það að svo er hann að segja, við ætlum að setja þig í gifsi í allavega 4 vikur í viðbútt. Og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér. Þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta. Hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing. Já. Og ég finn engar leið til þess. Ekki einu sinni, ég meiri segja að hafði samband við heimilislæknir og sagði, geturðu sendt tilvísun? Og hún sagði, nei, þú átt bara að vera upp á baklæðindeild. Þannig þetta er eiginlega skandall. Og því að ég stend bara allt í henni hvað á ég að gera? Á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna? Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta. Fá samtal. Samtali, já. Að læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rímar ágætlega við þær væntingar sem maður hefur. Veistu hvað ég þegar? Ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun. Já. Og hann sagði bara leið þegar hann kíkti á myndirnar, þetta er bara velgróið og farðu bara í líkamsrækt og farðu að gera æfingar strax. Já. En það eins og það, maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka er ekki til einn sannleikur. Og hann er margur sko, og það eru margar leiðir að rétta endanum eða réttu niðurstöðunni, maður má ekki gleyma því heldur sko. Og þannig að ég veit ekki alveg hvort ég get fellt dóma þennan kollega minn sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum á endurkomudeildinni og baklæðindeildinni og ég hugsa hann að það verið að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspinn heldur mikilvægt. Já. Því að ef það kemur drep í bátspenni þá er maður nú í helviti vondum málum og því að þá verður skert hreyfing í úliðinum og maður fær snemkomi slit í úliðin ég var alveg með alls konar ótta í þessu. Þannig að maður hugsar alltaf sko að því við læknarnir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl. Og ég segi oft til fólk, mér er sama hvaðan gott kemur sko. Og og þannig að það skiptir mig, ég vil bara að þér vegni vel. En veistu að tilfinningarlega hliðin, allavega í mínu tilfelli, skiptir svo miklu máli. Já, þetta. Og það er það að það sé hlustað á mann og tekið mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja, þetta sé einhvers konar samtal, skiptir rosalega miklu máli. Já. Ótrúlega miklu máli. En þá að sama skapi, þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig. Ég skil þig. Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma bara í einhverja vitleysu sko. Að vélrita, að gera beiðnir, gera vottorð, gera tilvísanir og sóa tímanum. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem er nú einn í fjölskyldinni minni. Hann var að taka þátt í því að það er komið eitthvað app sem bara sér að skrifa skýrsluna og ég þekki það vel. Er það ekki? Ég með það á borðinu hjá mér.
Ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta. Já, það er semst íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux sem er ótrúlega áhugavert og þetta er sem sagt læknar og svo að mér skilst það er doktor í íslensku held ég við háskólann eða tölvunarfræði. Ég verð að viðurkenna, ég bið á velvirðingar að vita ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverju stóð það þess en allavega þótt mér mjög vænt að vita að það eru læknar þarna. Því að þeir vita þá hvernig gangverkið er og ég fekk að prófa þetta daginn og núna er ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær. Það var mánudagur í gær, já. Nei, þriðjudagur. Nei, það er ég búin að nota þetta núna í 3 daga fyrirgefðu. Það er miðvikudagur. Og nú erum við komið upp okkur út í að við telum fyrir ekki útturn og laugardag. Já, þetta kemur, það er ekki gott að hafa óáttaðan lækni þarna. En heyrðu allavega, ég er búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta er alveg ótrúlegt og ég hef verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta. Það er ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins, niðurstöður rannsókna og hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá er ótrúlegt að sjá þegar maður er að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa það þannig að þegar þú hittir mig þá er bara diktafónn á borðinu og við tölum bara saman. Já, þú þarft ekki að vera að velrita. Já, það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað, heldur get bara beint sjónum mínum að þér. Þannig að þú sér möguleikana og þetta sé til bóta á allan hátt. Ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna. Ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nema 15%. Þetta er náttúrulega alveg þá get ég séð kannski 2 sjúklinga aukalega á dag. Þannig að ef maður hugsa þannig að þetta getur tæknin virkilega bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum. Þannig að það er það sem ég sé fyrir mér. Og líka gefa þessa athygli og hlustun og það sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og bata. Já, það er það sem við viljum gera. Ég meina, ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og velrita. Ég get að lofa þig því. Er það leiðilegasti hlutin? Það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég menn það er samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best er að tala við fólk það að sita og tala við fólk er bara frábær vinna og það er ég veit það það er engu líkt og svo tala nú ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin þá er það er engu líkt og það er þess að segja maður að það að vera læknir er svona forréttindi af því að það er gaman alltaf að tala við fólk en þú veist það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem maður leiði eitthvað gott af sér sko. En það er kannski eitt annað í sambandi við gervigreindina út af því að mér fannst það áhugavert sem ég fekk út af því að ég áttaði mig allt í náði í gærkvöldi að ég væri að fara að tala við gigtarlækni og ég er komið með og sérstaklega í vinstri hendinni þar sem ég var með bátsbeinsbroti Ég sé nú bara hvað það er að þér Sérðu hvað er að mér? Já, ok, vilt þú greina mig? Já, þú ert með hnútaslitgikt. Hnútaslitgikt? Og það þyrfti nú reyndar örugglega að taka röntgenmynd til að sjá hvort það er með bara hefðbundna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svokallaða tætingsslitgikt. Hvað þýðir þetta? Slitgikt er náttúrulega bara óskaplega algeng og það er bara eiginlega við slitnum öll. Og því ég er búin að lifa svona lengi? Já, við borgum eitthvað verð fyrir það. Okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi. Nákvæmlega. Og þannig að við slitnum í öllum liðum en svo er áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnum mynstri og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leyfir mig það að tjá mig algjörlega. En þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst nöglunum þar ertu komin hnútar sem heita Heberdenshnútar og er ofvöxtur beins þarna er líkaminn þinn að reyna að laga liðin að brjóskið grotnar niður og þá eru send skilaboð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líka mann á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski en hún á dundur uppskrift af beini og það er það sem líka mann býr til hann býr til beinnappa í stað brjósksins og þetta er klassískt mynstur að það séu fjærkjúkuliðirnir og svo getur maður sett að plus mínus þumalrótin hvort að maður fái verki í þumalrótina líka það er klassískt og svo er kannski svona 5% af sjúklingum með svokallaða tætingsslitgikt en þá verða liðirnir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá er slitið með aðeins öðrum hætti það er kannski íktari slitgikt
það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferð við þessu, við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa. Það það vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna að leysa þá lífsgátu. Þetta náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hnjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það hægt að græða hjarta í fólk. Það alveg með ólíkindum. Það alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Það eru hundruðir rannsóknarhópa í gangi núna. Er það? Í hundruðir, þúsundir. Þú ert alltaf að fylgjast með þessu. Já. Er einhver von? Ég væri með æðislegar fréttir ef þú væri hundur eða köttur. Það eru mjög góða fréttir. Það er hægt að gefa þeim líftæknilyf. Er það? Já, en það er ekki til, svo meðferð virkar ekki í mönnum. Menn fá bara drep í liðina og skelfilegar afleiðingar og þurfa að fá gerviliði. Og það hafi enginn tekið þátt í þessari tilraun? Jú, það voru tilraunir, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel. Og þannig að það er búið að reyna öll lyf sem eru notuð til dæmis í liðagigt eða sóragigt, það er búið að reyna öll þessi lyf í slitgigt og ekkert að þið virkar, sem er náttúrulega þvílíkt svekkelsi. Sko ég get sagt þér, móðursystir mín, læknir, var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram á að ég verði kannski eins og hún, þeir voru orðnir bognir alveg. Já, þeir geta orðið bognir, afmyndast. Já, afmyndast svona rosalega og þá er það beinið sem vex og beygir og ítir liðnum til hliðar. En það var ekki, hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í þessu. Þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu, en það er mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki. Stundum hittir maður fólk sem er algjörlega með afmyndaðar hendur, hefur aldrei fundið neitt. Og svo hittir maður fólk sem er bara með það sem maður myndi á röntgenmynd kalla vægeinkenni eða væga birtingamynd geta verið alveg að drepast. Virkilega sárir verkir. Veldu þessu? Nei, við vitum það ekki, það er bara einhver einstaklingsmunur þar á milli. Við erum öll ólík við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum. Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársaukaþröskuld, við erum með misjafna reynslu af verkjum og sársauka og tengjum það ólíkum hlutum. Það er bara einstaklingsbundið. En þetta gerfugrindin sagði mér í gær, þetta væri ættgengt. Já, sammála. Og svo gáði mér fullt af ráðum varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíginu í lágmarki og eitthvað svoleiðis. Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld og heitböð, köldböð, vaxböð, infrarauðböð. Þetta er fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkjaupplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gangmála. Þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri, miðað við þekkinguna sem við hefum í dag. Já, miðað við þekkinguna í dag, en ég vona að það breytist. Það er vonin að það verði eitthvað úr því. Þannig að En út af því nú fór ég í svona mælingar, þetta er ágætis umræðu vettvangur út af því að það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir En það sem ég er mjög sterk á hægri hendi, það mæltist eitthvað 37 styrkur, þrátt fyrir þetta. Þetta ekki rétt hönd? Jú, en vinstri hendin, sem ég var í gifsinu, hún var 7. Já, ef þú ert nýbúin að vera í gifsi þá þú tapar náttúrulega öllum vöðvamassa bara á 12 vikum. Já, ég meina þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4 Tapar mættinum alveg ótrúlega hratt, ef þú ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur. En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnar lækningar, lífstílslækningar, það mataræði út í Já, ég skal tala við mataræði. Eigum að byrja þar, út í að það er þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer bara... Já, en ég er og ég sjálf er ég svona svolítið, hef farið svona óhefbundnar leiðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsu minni. Og ein pæling sem kom upp þegar ég fór að undirbúa mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað er mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það er verið að tala yfir 400 milljarða. Já, nær 450. Nær 450 milljónum og þá er ekki verið að milljörðum,
milljörðum, já. Og þá er ekki verið að tala eða taka með, þú veist, allar byggingarnar sem verið að byggja og alls konar sem er þá mikill veitakostnaður. Já, það gæti reynda verið inn í þessu sko bygging, þeir fjármunir sem við ætlum að verja til að byggja nýja Landspítalann, það gæti verið inn í þessari tölu, ég er ekki alveg viss. Hvað við ætlum að verja miklum peningum í Landspítalann í ár, það gæti líka verið öðrum fjárlagalið. En 400, já, í fyrra voru held í 438 milljarðar sem við verðum í heilbrigðiskerfið. Þetta er engin smá peningar, sko. Má ég koma með svona svolítið róttæka hugmynd? Já. Hvað finnst þér það? Ef að við, almenningur í landinu, fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og alls konar góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vil eða bara í, þú veist, góð líf. Ég þyrfti að vera með vasareikni hérna því að 438 milljarðar deilt með 400.000. Þetta er rétt rúmlega 1 milljón á mann á ári. Já. Það er ekkit rosalega mikil upp. Ég var eiginlega alveg hissa, ég held að vera miklu meira, sko. Og þá myndi ég segja, sko, að lendur í einu segjum sem svo að þú eigir bara þessa 1 milljón og svo ert að ganga hérna heim eftir vinnu og það er ekið á þig og við verðum að hafa alvöru segjum sem svo það gerist og þú ert alvarlega slösuð og þú ert að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku þú ættir ekki með 1 milljón ættir ekki fyrir fyrsta degin. Einn dagur á gjörgæslu er það bil 500-600.000 krónur og þá eru lyf ekki meðtalin. Ein mjaðmaraðgerð er 1,2. Þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins er að við leggjum okkar, hver og einn leggur sína 1 milljón saman í púk og svo reynum við að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best. Já, þetta er náttúrulega bara stórkostlega kerfi og við getum verið þakklátt fyrir það. En þú ert með alls konar hugmyndir hvernig verið þetta að gera þetta á hagkvæmari hátt. Já, ég er með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti. Þú bent á að ýmislegt sem er einkarekið er hagkvæmara. Já, það er. Og skilvirkara. Og það er ekki, og þá vil ég taka fram að þá er ég að tala um ákveðna tegund af einkarekstri. Ég er þá að tala um það að heilbrigðisstarfsfólkið reki fyrirtækin og það er eiginlega alveg skýrt og Læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það. Það er okkar baráttumál að heilbrigðisstarfsmenn reki sín fyrirtæki, að ljósmæður sem er að fara heim til fólks það eigi sín fyrirtæki og þá beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana hún verður góð og farsæl og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru. Að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og er víða út í heimi. Það er víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það er bara einhver fyrirtæki, einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða. Við höfum engan áhuga á því. Við erum alveg sannfærð það að það er ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir er þess að við eigum okkar fyrirtæki og það er vegna þess og við berum beinan hag af því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega. Og þetta verður ekki slitið í sundur. Við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því. Og þess vegna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel. Og það er til nokkur önnur dæmi, ég meina heilsugæslustöðvar í Danmörku, heilsugæslustöðvar í Englandi, heilsugæslustöðvar í Noregi, 60-80% af heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólks sem þar vinna. Og ég held að það sé lykillinn af því að það sé farsælt. Telur þú að meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg? Ákveðin verkefni. Alls ekki allt. Það er mikill misskilningur að halda þið fram að allir hlutir eigi að vera þannig. En er ekki stuðningu við þetta á Íslandi? Það fer eftir í hvern þú spyrð og hvernig er spurt og hvernig er síðan unnið úr því. Segðu hvað þér finnst. Það er félagsfræði prófessor í háskólanum, Rúnar Vilhjálmsson, sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig það vilji hafa heilbrigðisþjónustuna sína. Og þá er Íslendingar, 80% Íslendingar, svo eru sammála um það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera.
heilsugæslustöðvar held ég, með minnir að í könnun hafi verið 60%, 65% ætti að vera í opinberum rekstri. En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá eru Íslendingar sammála það að það best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig höfum við líka byggt upp kerfið okkar. Mér finnst ekkert sérstaklega óskynsamlegt við þetta, en ég hef þó við það að athuga að heilsugæslan sé ekki í auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur. Því að það hefur verið sýnt fram að að það eru til nokkrar einkareknar heilsugæslustöðvar. Það er bæði Kirkjusandurinn sem er elstur, sem var áður Lágmúlinn, og svo höfum við Salahverfið, við höfum Urðahverfið og svo höfum við náttúrulega Höfðann, þar sem ég er með mína stofu, og Höfðann á Suðurnesjunum. Það eru 5 stöðvar á Íslandi og þær hafa reynst farsælastar. Þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út. Þessar 5? Þessar 5. Það er líka nokkrar stöðvar sem eru reknar af heilsugæslunni sem líka hafa komið vel út. Já. En það er oftar hinna sjálfstættarreknur sem þykja betri af notendum þjónustunar. Veistu í hverju það liggur? Nákvæmlega í hver, ég menna... En líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja? Ég menna það er erfitt að segja, ég menna það er víða veitt mjög góð þjónusta, en ég held að þegar þú átt beinan haga því að þetta gangi allt vel, þá skiptir það því ögn meira máli. Þar með er ég alls ekki að fullyrða að starfsmenn sem eru í launamenn sé ekki að gefa skít í störf sín, bara alls ekki. Ég veit að þú þarft að passa hvað þú segir í þessu. Þú trúir því? Ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf, og ég hef hitt bara fullt af fólki sem er líka að því. En ég meina að þú vilt tvíka, að þú vilt hækka í metnaðinum, í bara dugnaðinum, þá setur einhverja hvata í þú til þess að hvetja fólk til að gera meira. Og það eru fullt af hvötum til, og það er ekki bara peningar, bara alls ekki. Það má líka vera vinnuumhverfið, þú getur fengið fríamóti, þú getur fengið að gera rannsóknir, þú getur tekið átt í kennslu, þú getur fengið að taka átt í að leiða inn nýjungar. Það eru bara þú hafir hvata til þess að gera ögn meira. Og þannig, og aftur, þú getur sett hvata hvar sem er inn í kerfið. Okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara, tannlækna, talmeinafræðinga, ljósmæður. Við höfum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé. Hvað finnst þér gerast í þessum einkarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona, við munum hvað gerist þegar Háskólinn Reykjavík var stofnaður, þá fór Háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn að smá samkeppni. Kom smá samkeppni og það er eins og það sé oft hvati í því. Algjörlega. Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona einkareknar svona stöðvar? Það er kannski þróun þjónustunar, að fólk sé ánæðra, að þú ert ánæðri að fá að stjórna sjálfur. Ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka mín eigin stofu, það er að ég fæ að ákveða hvern hún er. Ég fæ að setja upp starfsemina, bæði tíman sem ég veri í hana, hvernig ég veri tímanum, hvernig hann er skipulagður, hvernig umgjörð þeirra starfsemi er, og ég skal bara nefna dæmi. Þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum lyflækningum, þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot, samfallsbrot eða mjaðmagrindabrot, og mér bara blöskraði þetta. Mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brotið fólk.
og ég meina, það var ekkert partur af mínu sérnámi í Svíþjóð að vera að pæla í þessum hlutum, en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan. Við vorum einu sinni rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu, en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar, hún dalaði og meðvitund kannski minnkaði og fólk var að hugsa minna það. Ég veit það ekki, þetta eru mínar kenningar þetta. Já. En allavega, mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að reyna að koma fólki í beinþynningamælingu og það var bara eitthvað 9 mánaða að biðja eftir því á þeim tímapunkti. Já. Nú, þá keypti ég mig bara beinþynningamæli. Já, ég bara einn að fáum læknum á Íslandi sem bara á minn eigin. Og ég þurfti ekki að spura neitt á því. Já, ég skil. Hann bara kostaði 7, 8, 9 milljónir, ég man ekki hvað hann kostaði, en ég þurfti náttúrulega að punga út fyrir honum. Já. En þá átti ég bara með beinþynningamæli og ég er búin að senda 1000 manns í beinþynningamælingu síðan þá, það er engin sérstök bið. Og síðan þá spýtti Landspítalinn í lófana og var betra aðgengi á þeim sem er gott. Já. Og það var beinþynningamælir hjá Hjartavernd og það er beinþynningamælir hjá Dómus núna og það er annar á Akureyri. Þannig að ég man ekki gott að ég eða Hjartavernd var undan, ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan. Já, þetta er gott dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið er kannski lengur. Það er svifaseinna, það þarf að spyrja fleiri og það þarf að, maður getur líka sagt að það sé ábyrgðalaust að bara kaupa bara einhvern beinþynningamæli og svo spyrja konga eða prestin. Akkur er það einhverju liti ábyrgðalaust? Ég veit að einhver gæti sagt það sem mótrök að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verður ná nýting og hvað með geislunna, myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, menn þú ert að gera eitthvað mat á því, en ég gerði það bara í huganum, bara snöggt, hugsa bara með mér, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri og ég þurfti ekki að spyrja, ég þurfti að spyrja konuna mína, af því hún á félagið með mér, og hún var samþykk, þannig að úr voru að sama skapi er ég duglegur að gera klíníska stoðkerfisomskoðanir og hef alla tíð síðan 2012 omskoðað alla sem til mín koma, eða flesta, þetta er bara ég omskoða þá sem þurfaði náttúrulega. En ég get ímyndað mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera. Þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem maður tekur. Þetta er svo mikil ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem Guði, sko. Já, það veit ég nú ekki, er það? Ég meina allavega sérstaklega kynslóð foreldra minna, þú veist, það var bara þannig, pabbi satt í síman úti, einhver læknir ætlaði að hringja heilan dag, þið vitið, og það var einhvern veginn. Ég held að sá tími sinn og liðin sem betur fer. En ég meina það er það þannig að en þegar maður heldur að sé að gera rétt, þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni. Maður heldur að sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn og maður trúir því einlæglega. Þá kannski er maður ekki að fara stíga til hliðar að velta fyrir sér, þú veist, siðferðin í stóru myndinni. Þó maður eigi náttúrulega alltaf að leiða hugan að því af og til, hvort að meðferðnar sem er að mæta eru réttlætanlegar og það er náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við sittum á kaffistofunni, við erum að kjafta hinn og þessar hluti, þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess á hina meðferðina, þess á hina rannsóknina eða hvert er maður stefna í hinum og þessum málunum, þá er maður ofta að ræða þessar hluti, en kannski ætti maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki. Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við foreldra þína, en þegar ég byrja að kenna mjög svona, hvað ég segja, spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góður kennari. Svo stend ég frammi fyrir því að ég er bara að mispeita mér, eins og ég kalla það. Þú veist, verð reið og ég skamm einhvern og jafnvel svona niðurlagi með því að segja við, Nonni verður að klára að taka upp túspennana áður en fyrir út í frímínútur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara, ég var alin uppið og var svoleiðis var skólakerfið hérna áður fyrr. Og ég fer inn á kennarstofu og ég segi frá þessu, því að ég er þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera
einhvern veginn að fara rétt í boðleiðina kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góður kennari, ég er að gera alls konar hræðilegt þarna inn í kennslustofunni sem ég skammast mér fyrir og það bara datt andlitið að fólkinu, þú veist, það bara við segjum ekki svona við bara burðumst með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að hvísla mér ég þú veist, er að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þarna áttaði ég mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góður kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemyndum mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir 1 ár En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun? Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvissa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist, þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki eins og meðvituð það situr hérna einhver staðar einhver svona sektarkennd við vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gagns og þess vegna nú kannski að pína þeim þessum vangaveltum út af því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræðu og núna, þú veist er verið að tala um áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja. Ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill, að maður skoði það. Ef mann misferst, þá maður að skoða það, ef mann mistekst, þá maður að skoða það. Og ég held að maður læri mest af því. Þú veist, ef hlutin ganga bara upp, og ég meina þú lærir ekkert neitt sérstakt af því þau gengur bara upp en maður lærir mest af því að skoða þegar maður hefur efasemdir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og að finna út af hverju og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágættir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina það er auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga ályktun eða manni fannst eitthvað að misheppnast í samskiptum að það er auðveldar að tala um þessar hluti í dag en kannski var áður fyrr. Eruð með eitthvað svona vettvang? Þar sem að þið hafið... Jú, ég meina það eru reglubundnir svona fundir með sérfræðilækna allavega þar sem tækifæri til að ræða svona hluti, eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasemdir maður getur fengið álit. Ég get alveg sett að til dæmis að því til nú hópi gigtarlækna sem hittast núna vikulega og þá maður kannski ekki alltaf tækifæri að fara þá fundi en þá til dæmis tökum við fyrir tilfelli sem hafa reynst okkur erfið. Já, þið gerir það. Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtarlæknar sem við getum verið alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að gera svona og svona og þá bara skrifa maður það hjá sér og ég til dæmis oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá það ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki að ráða við verkefnið og það er ótrúlega styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að sem veist að muni veita þér góð ráð af heilindum þannig að, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að fara og tala um málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlega styrkur að geta gert þannig að geta talað um það sem gengur illa. Já, það er það og alveg nauðsynlegt til þess að þróast áfram sko. Annars lærir maður aldrei neitt sko. En nú veit ég að og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímyndað mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar kannski svona sjúklingur sem ég sem kæmi og segja ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju í lífstílnum mínum og nú þessi lífstílslæknisfræði orðin bara svona svolítið viðurkenndu vettvangur eða ekki það er búið að stofna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu? Ég bara auðvitað vil auðvitað fólk sinni hugið heilsu sinni eins vel og það geti
Ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum, skilur, ég menna... Að segja það. Já, sko, það er sko, hugmyndafræðin er ekkert voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það er gott að hreyfa sig. Já. Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi. Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streitu og reyna að sofa almennilega. Já, já. Ég meina, en það er svo eitt sem að ætla að fara að gera alla þessa hluti. Já. Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við inn að nitti gritti hvernig get ég tekið mataræðið algjörlega í karphúsið og eða en ég hef sko... Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að... Úff, nú færðu alveg... Já, jú, ok, Þú gerir ýmislegt rétt. Já, sko, ég hreyfi mig. Já. Ég fer 3-4 sinni í viku og hreyfi mig á morgnana áður en ég fer í vinnuna. Og svo... Bara lyfta eða eitthvað svoleiðis? Já, ég er bara með engaþjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum morgni þarna í 35 mínútur. Já, ok. Svo fer ég á stofuna alveg eldhress og sprækur og svo náttúrulega er ég á fullu síðan síðasta haust í hestamennsku. Ég fer að baka hverjum einasta degin eftir vinnulokinni. Vá. Og já, það er svona náttúra og svona næring í því og bæði það er örlítið líkamsrækt og svo er það náttúrulega rosalega mikil náttúra og það er félagslíf og það er samvera með öðru fólki svona, og það er að sitja á baki er náttúrulega mikil núvitund og jú, ég reynir nú að borða hollan mat en ég meina, fólk sem fer á Instagram síðan að mína veit alveg að ég er syndaselur þar ég Er það veikleiki ykkur hjá þér? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get að þess að skemma sjálfan mig. En að þetta njóta er líka mikilvægt? Já, Jesús, já, ég meina og svo náttúrulega líka mér finnst líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða, það er mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega. Ég gæti trú að það veri kannski svona erfiðast fyrir flest okkar. Já, það gengur illa, en mér gengur þokkalega með svefnin, svona heilt yfir. Mætti sofa meira. Nema þessi þegar það rekkur upp og alveg. Já, það sem betur fer er það sjaldnar og sjaldnar. Ég er búin að náttúrulega útbúa mér ákveðið skipulag og vinnulag. Já. Þannig að ég reyna að hafa það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég er búin að loka bókinni að þá er tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko eitthvað sem ég er að hugsa með sjúklingnum en að reyðst þar í gegnum á tíma og ótíma sko það er en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það eru lífstílsvandamál sem að valda einhverjum einkennum er erfitt að fara inn í þá umræðu? Nei, það sem er ekki alls ekki, nei, bara alls ekki, það er bara ef ekki tölum hlutina þá náum við engum árangri saman. Okay. Og ég meina að þú reykir, þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta að reykja og ég mun telja upp kostin af því. Já. Þú drekkur á mikið, þá mun ég spyrja það af hverju þú drekkur á mikið og reyna að fá það til að horfa á það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minnka það. Sem að glíma við það að vera allt og mjór þá myndi ég segja að þú að huga þér að setja á þig smá forða að vinna í því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það er gott fyrir beinmassaðinn sama skap átt að glíma við ofþyngd þá reynir maður að ávarpa það líka það ekki erfitt? Nei, ég veit það ekki kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það en þá reynir ég bara að útskýra fyrir fólki að maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku þú skilur hverjum bara að tala heiðarlega hvort við annað og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá er það bara alltaf að skoða það skilur en það er mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa þó maður sé kannski bara að sinna getur maður sagt bólgusjúkdómi þá er maður alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi. En ekki bólgusjúkdómar yfirleitt lífstílstengdir? Nei, alls ekki, sko, það getur bara, við vitum náttúrulega ekki af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, tilur þeirra er því miður ennþá að mörguleyti óþekkt, þannig að, en ég meina það, ég segi til svo til fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóm en maður sefur bærilega. Já.
allt auðveldar ef maður segir það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú ég meina ræktar garðin, hugar að samskiptum við makaðinn og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómandi koma þá stendurðu á, hvað getur sagt, þéttari fót og þegar breiðri fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú ég meina hugar að heilsunni, það er auðveldar að verða veikur ef maður er sæmilega hraustur, fattar hvað ég meina því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glími við, eins og ég sagði áðan þú veist ekkert hvort það veri ekkið að mig þegar ég geng hérna út og ef ég lendi í því, nú þá er betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Þannig að maður þetta er svona margþætt þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það er bara partur að vera læknir fólks Já, ég með langar að klára listan, ég er búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu augra þér aðeins þú ert vel heima í þessu öllu og það er áhugavert að geta rætt þetta og ég fór að skoða hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framúrstefnulegast í heiminum og þá var gervigreindin hún fór að tala sem sagt hvað er að kalla direct primary care DPC sem er svona persónlegur heimilslæknir og það er talað patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem er að koma svona sterkt inn þar sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem er bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig. En þetta er mjög einkarekin módel. Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég er bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það er búið að sýna fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og er með ekki of marga sjúklinga og þekkir þið vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrifðin. Þú verð síður á bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur. Og veistu, þetta er mjög áhugavert. Nú ætlum við að taka utan þetta. Það eru rannsóknir sem sýna að ef að það er góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síður veikur, meira heilbrigði. Já, búið sína vel fram á þetta og þess vegna er að berjast fyrir því. Ég meina til dæmis stjórn Læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld er algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum, að fækka skráningum per heimilislækni. Ég meina og ég held að flestir bara á Íslandi er bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það er náttúrulega bara ferlegt. Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónulegt samband. Já. Svona gamla sniðið á því að þú með þinn heimilislækni og þú hefur aðgang á honum og það myndast einhvers konar tengi. Já, þetta er það besta úr fortíðinni, að hafa lækni sem þekkir þig. Og það er bara búið að sýna fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráða vandans. Þannig að ef ég hef hitti í mörg ár, ég meina stundum greinum að bara fólk á biðstofunni. Maður bara fer út og kallar og því það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf inn haldrand inn, ég meina þú þarft ekki að hafa mörg orð það, við erum bara þekkjast í 10 ár. Við getum bara komið beint að rót vandans. Sko, ég sé fyrir mér húsið á Sléttunni, mannst eftir lækninum, hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilsvinni náttúrulega og kom í vitjanir, það var hvort hann var með stofu líka en skilur, hann var bara með þetta þorp og það var örugglega hægt að óna hann á öllum tímum sólarhringsins en það er einhver svona útópía. Já, og ég meina og svo líka sko, þó ég sé hrifin af vitjunum ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það er óskaplega gaman að fara í vitjanir. Gallin við það vitjanar er að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu að því oft í dag reiðum við okkur á nákvæmari greiningar. Við reiðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalegri skoðun og svoleiðis þannig
Þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætta að fara í vitjanir til fólks, þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgrendar aðstæður, það eru græjur til taks til að gera hluti á öruggan og hentugan hátt. Og tími læknisins náttúrulega meira virði kannski heldur en að vera að keyra á milli og... Já, það fer, ég held að fara eftir viðfangsefninu. Já, en þetta er mjög skemmtileg og mér dettur í hug, ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu, hvað myndirðu gera fyrst? Sko, ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna. Ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera væri að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni. Við myndum mennta fleiri heimilislækna. Hvort sem er einkareiki það skiptir engu máli. Ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það væri það gott. En ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsemi og beri beina ábyrgð á því. Ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða. Það held ég að sé alveg gríðarlega mikilvægt. Auðvitað, kannski einu skref á undan því væri náttúrulega forvarnir. Við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi. Ég meina, við þurfum ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum við að gefa í hvað þetta varðar og kannski forvarnir líka í gegnum lífið. Ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur. Þú veist, ég menna að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir, það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum. Það er bara, það er við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma. En það er samt 4 tímar hann upp að 36 tímum þá þarf það að vera að hreyfa þig með einhverjum hætti. Ég veit það ekki, ég myndi bara einhver hugmynd sko. Mjög góð hugmynd og hugsaði líka að við fengjum sko næringar matseðil í staðinn fyrir lyf eða Jesús, ég meina við fáum upplýsingar hollt mataræði ég meina gera góðan mat og ódýrari en svo ef maður víkur að kannski svona þú veist, annarstigs og þriðjustigs þjónustu þá held ég að við eftir að leysa tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið kraft úr læðingi. Þetta með að nota samræmt tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag. Við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi að á Höfðanum þar sem ég vinn í heilsuklasanum. Það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskrárkerfi og svo sérfræðilæknir með sitt sjúkraskrárkerfi og við þurfum að klikka á nokkra, það er ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskrárna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum Höfða og þú ert svo hjá mér sem er í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin, ég þarf að klikka á fullt af einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisarnin í senasta herbygginu við hliðina þannig þar og svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega sterkt. Svo þurfum við líka... Nefndu eitt sem að gervigreindina eftir að gera, sem að eftir að gera verða... Eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux, þetta með að við getum bara frekarna ég sé með augun á tölvun og að vélrita. Sjáum svona verkþáttum. Já, bara, ég geti sagt, bara gerðu bara lyfseðil fyrir metotrexati, hefðbundin ráðlegging, sendu svo leiðbenningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkomutíma eftir 3 mánuði. Ég meina, ef ég get bara sagt... Það er frábært. En þetta með sem að vera að gera grína í áramótaskaupinu að það væri bara gervigreindin væri að greina. Þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera. Manstu eftir þessu í áramótaskaupinu? Ég var í seinasta. Ég man nú bara eftir bráðamóttökunni í áramótaskaupinu þegar það voru að hlaupa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði að þið veru næstuð í þar sko. Það er náttúrulega, ég man bara eftir því atriði ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum. Þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næstu í lemur sjúklingin í hausna því að hausnanum er upp við hurðina. Þú veist, þau eru næst, þetta er eiginlega svoleiðis. Og þú ferðu, allir sem hafa farið með einhvern nákominn af bráðamóttökunni eða þurft að liggja á bráðamóttökunni, þeir náttúrulega vita hvers þessu hörmulegu aðstæður þar er að finna. Þannig að, og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota, þá myndi nú stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í, ekki vera í einhverjum skúmaskotum í gangaplássum ár inn og ár út.
Ok, það er bara frábært, það er bara fullt af hérna, Já, ég sé, og mér finnst, já, Bara víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér. En þetta er bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlítið persónlegt, sko, út af því að ég bara kannski förum þanga aðeins núna hérna Ingvar Sigurgeirsson er pabbiðinn og hann er uppeldis- og menntunarfræðingur og prófessor við menntavísindasvið, eða var það, hann er nú komin á eftirlaun, er það ekki? Jú. Er hann hættur að vinna? Þau eru eitthvað að gaf og svo náttúrulega móðir minn Lilja María Jónsdóttir. Já. Líka hérna kennslufræðingur og doktor í Já, hún er doktor í kennslufræðum sko og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman. Já. Og hérna, og alveg stórkostlegt fólk. Já. Þau eru bara, þau eru enn í einhverjum verkefnum sko, þau eru formulega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru í ráðgjöf og þau eru mjög framúrstefnileg, þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjúnt á menntavísindasviði og þau hérna, ég var inn á þeirra línu svolítið, með hérna svona, inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Er þetta eitthvað sem þú ólst uppið? Upplifir þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi? Hvort það var óhefbundið veit ég náttúrulega ekki af því ég bara deyti frásagnar en það sko, en ég veit að pabbi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létu mig gera ýmsar hundakúnstir eins og að læra að þekkja orð. Pabbi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið, hvað myndin af orðinu þýddi og ég var undir 2 ára þegar ég fann að geta þulið alveg ótæljandi af orðum sko, ég held að hann aðalega geta hjálpa mér að muna. Og eftir með gott minni í þetta. Já, ég er ágætlega minnuður sko. Hérna stundum óþægilega mikið af staðrendum og rugli og hérna Hafðirðu gaman að þessu? Ég menna maður bara leika við pappa og mömmu þetta var skemmtilegt svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðarlega mikið ég menna pappi og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Símon Bólivar og bara þegar ég var pínu lítill sko. Og þeir eru 2 bræðurnir hvað hver er aldursmunurinn? Ég er 5 árum eldri. Já, það eru 5 árum milli ykkar. Bróðir minn er heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þetta að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu. Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko. Eru þið nánir? Mjög svo. Hann er minn besti vinur. Og hérna, var nú bara að tala við hann á leiðninga. Og hérna, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur. Ég held að sé mest megnast verið þannig að þau hafa stutt alveg ótrúlega vel við okkur. Og það er náttúrulega alveg ómetanlegt að eiga foreldrar eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmenns í öllu sem að tekur sér verið hendur sko. Það er þetta að hringja náttúrulega á nóttunni í þau og byrja að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstóð. Einstaklega gott fólk. Betra fólk finnur það ekki sko. Akkurat. Faðir minn og móðir eru nennin fram í fingurgóm og sérstaklega pabbi minn sko sem þú getur beðan hvað sem er og hann svarar alltaf vitaskuld. Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei. Já, hann er jákvæður, alveg allalega, Mamma var meira á neyinu í æskunni, það var meira þegar vorum að biðja að fá pizzu og miðvikudegi eða eitthvað svona vitleysu. Það var að reyna að vera skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu? Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, taka bara þennan dag í dag. Svona, ég skal búið til litt svona meðaltalsdagar, það er ekki bara allir leið. Jú, ef við segjum að þú setja ekki á hverju degi í svona 2 tíma viðtali. Nei, því ég er ekki oft í því en stundum. En hérna, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma, svona rétt fyrir 7 og svo reyni ég, ef ég er með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni ég nú að mæta í ræktina þann daginn. Ég reyna að hafa það, ég hef haft það sem reglu sístu 3 árin og þá finnst mér ég vera komin í banastuð
að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fara í sturtu og skipta föt og jafnvel henda mér í pottinn og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn. Svo byrjum við bæði, ég er það heppin að við vinnum á sama stað. Þannig að hún er með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi. En heppilegt. Já, það er frábært sko. Og þá getur maður líka fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana þarna einhvers staðar í fjarskanum hérna eða borða saman hádegismat. En ég meina fær ekki sálfræði aðstoð líka? Jú, ég er búin að vera í meðferð núna stanslaust í næstu 30 ár og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað frá að útskrifaðist. En sko, svo semst, já. Er hún með einhverju sérgrein? Já, hún hefur semst, hún er almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur, fór síðan í svona diplómanám í samtalsmeðferð, hugræðið atferðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm, þunglindi og geðklofa og svoleiðis. Já. Og hún er sérfræðingur í klíniskri sálfræði og hefur ásamt góðum vinnum sínum rekið þarna styðjandi sálfræðiþjónustu sem er bara á öðrum gangi þar sem ég er með mína stofu. Og já, svo er ég oftast með stofu, já, fram eftir degi og reyna að vera búinn klukkan, núna síðast mánuðina klukkan 4 og til að geta komist upp í hesthús. Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað? Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gjarnan eftir ég búin að gegna og fara stuttar reiðtúr, þá er það beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á 3 börn, eitt er ekki því miður flutta heiman því að hún er í þarna samband með dásamlegum ungum manni, dóttir mín Valdís. Hvað er hún gömul? Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég soninn Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat. Já. Svo yfirleitt Þú yfirleitt eldar? Já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð. Ég er náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af. Þannig að þetta er svona dýrmættu fjölskyldustundin, matartíminn. Við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta er bara ég nú beint frá foreldrum mínum. Að kvöldmatartíminn er fjölskyldutími og það sitjum við saman og ræðum málin og förum yfir málefni líðandi stundar og svoleiðis. Koma þau þá stundum í mat Ingvar og Lilja? Já, við ofti þeirra og svo náttúrulega, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðinn upp í Kjós, við eigum þess að litla hjálegu þar á pallinu fyrir utan, þannig að við erum mjög náinn og höfum verið alla tíð og svo á kvöldmatloknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat. Það make a mental note of it og svo yfirleitt oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað og svo yfirleitt setjast við hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað þar maður reynir að fara á sæmilega skikkanlegum tíma að sofa. Já, hvað þarf maður að fara snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7? Ég reyna að vera komin í rúmið að milli 11 og 12. Já. Ég þarf ekki mikið meiri svefn að það. Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt. Þar var náttúrulega að vinna með öðru sniði, náttúrulega legudeildar sjúklingar, bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það er nú það sem ég eftir að sakna hvað mest. Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta í þessari stöðu? Það hætti alltaf við þetta launalausa leyfi og ég meina það starf mitt á spítalanum er þá núna lokið og ég meina En var það 3 í viku eða hvernig kom það inn í daglegt líf? Ég vann kannski 6 daga í mánuði pluss vaktir. Já. Þannig að það var breytilegt en ég náttúrulega eftir ég varð formaður Læknafélags Reykjavík og þá minnkaði, ég var alltaf í hálfu starfi. Já. Þannig að 10 dagar í mánuði pluss vaktir og það gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir. En eftir ég var formaður Læknafélags Reykjavík þá fekk ég að draga eins úr vinnu. Já. Og mér þótti það skemmtilegast bara klíniska vinnan og svo náttúrulega vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu. Að reyna að láta gott að sér leiða þar. Já. Og svo náttúrulega hef ég líka verið að vinna sem formaður. Já. Og það er náttúrulega að miklu leyti getur maður sagt svona hagsmunagæsla
tala við stjórnvöld og heilbrigðisráðuneyti og náttúrulega Sjúkratryggingar Íslands. Ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum. Og svo náttúrulega læknirinn í eldhúsinu, hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr. Já, þú hefur verið að blogga, gefa út bækur og gera sjónvarpsþætti. Já, ég er búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifa örugglega einar 1200 uppskriftir á netið. Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviði? Ég veit það ekki, sko. Þetta er allavega reynst. Þú hefur ekki viljað vera kokkur? Nei, ég held ég hef ekki neitt til þess að bera, sko. Það er náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga. Já. Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórsleysi, skilur að, þú veist, og vinna skipulega við svona ofbáslega krefjandi aðstæður. Ég held að það sé eins og að vinna bara stanslaust við svona sleysa aðstæður, þar sem þú ert bara á fullu. Ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og að því maður hef fengið svona einsýnin í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka. Já. Að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona. Svo margt sem þarf að vera að gerast einhvern veginn á sama tíma. Ég er ekki viss að ég hefði spjarað mig þar en nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur, sko. En mér lukkar að ná núna í lokin á þessu, utanum svolítið þetta Landspítalamál þitt og núna sem formaður Læknafélagsins og fyrir þína hönd, hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli? Hvað myndirðu vilja að hvað væri lausn fyrir þína parta? Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna, sko. Já, náttúrulega, ég ber engar væntingar til þess að þau taki ákvörðun sína tilbaka. Ég hef engar væntingar að þau biðjist afsökunar af framferði sínu þó svívirðilegt sé. Mér finnst hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og og framkoman með þeim hætti að það er erfitt að sjá handan þess. Meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn ef það kemur einhver svoleiðis lausn? Ég meina því, ég geti ekki ímynda mér það nema að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölinn. Já, það er þannig komin svoleiðis kerkin. Það er bara, ég meina það er bara það, maður getur bara látið koma nógum, hvað getur maður sagt, það er ekkert að ofbjóða mann neitt alveg endalaust. En ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta er vænt að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja. Ég meina, minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn, samstarfsmenn mínir á almennu lyf, aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarfs og hjúkrunarfræðingar, menn þetta er frábært fólk. En þú ert þá að segja að það þyrfti að verða einhverju uppsagnir og einhverju breytingar þarna á stjórn spítalans. Þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldið utanum mál. Nei, ég er bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans. Ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessu stofnum. En þeim finnst að vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverju meintum hagræðingar aðgerðum. Þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir. Og ég meina, þú veist, þetta er kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður. Sami þangagangur og sama röksendafærsla og get ég ekki séð að það út úr því kæmin en að sérstaklega góða niðurstöður. Og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við, eða horfir á hann að sé það utan, þá er margt bogið þarna. Ég meina, og kannski kristalliserast það með bráðamóttöku Landspítalans. Að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug, að minnstakosti, þetta versnað ár frá ári sinni ég sneri heim. Bara ótrúlega vinnubrögð. Hvernig má það vera að jafn rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla pening og við gerum inn í heilbrigðiskerfið og þó að við gerum ekki jafn mikið af vergri landsframleiðslu og kannski Svíar
En þá setjum við mikla fjármuni í þetta. Hvernig má það vera að ástandið sé enn svo slæmt og versnar ár frá ári? Á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu. Hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi svo dögum skiptir? Og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrri ákvarðana. Við ákváðum að hafa þetta svona. Já, þú meina þetta sé bara, það sé verið að taka vondar ákvarðanir. Ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar. Ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst Landspítalinn geta verið stoltur af og það er sameining bæklunardeildana á sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá veldur maður fyrir sér akkur ekki hægt að taka einhverja aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort ákváðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðanaleysi okkar þá ákváðum við að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, það niðurstaðan er eins og hún blasir við. En nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu. Hvað heldur þú það? Ég held að bæði sér rétt. Ég held að bæði það væri skynsamlegt að veita meiri fjármunum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar. Meina, það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun. Nefndu dæmi. Já, það er sóun til dæmis að hafa tekið næstu aldarfjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautasvæðinu. Það er eitt mesta fjáraustur og hafa ekki drifið í því. Hvernig getur það verið að eins og jafn rík þjóð eins og við skulum hafa látið 25 árum í það að reisa Landspítalann. Það var 1999 sem fyrstu skýrslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan Landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir mögulega 2029 en sennilega 2030. Þetta er gríðarlega sóun. Hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð? Ég meina mistök og ekki mistök. Þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því er að vera að sóa fjármunum. Er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna? Ég meina þessi ákvarðan spannar marga stjórnmálamenn. Já. Þetta eru á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar, 10-11 fjármálaráðherrar. Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur. Sko það er erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt, af hverju gerðum við það ekki? Já. Og að sama skapi við höfum ákveð að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti. Ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árin og jafnvel lengri tíma. Og það er bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að mér eins og ég sagði örugglega í upphafi, ég vona ég hefði sagt það, ég er búin að segja svo mikið, ég er búin að gleyma því en aftur, ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan, einhver að benda að ofan við ætlum að gera þetta með þessum og hættum, við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu. Ég trúi því að á hverju einustu deild á Landspítalanum, á hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hjá sérfræðilæknum, þar er fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir hvernig við eigum að reka kerfið okkar og við eigum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanir, við eigum að leyfa yfirlæknunum á deildunum og deildarstjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær deildar eins og þeim finnst best að gera það. Þú ert að segja að það sé jafnvel svona of margir stjórnendur sem að kannski er ekki að hlusta á starfsfólkið. Já, ég held að yfirbyggingin sé orðin of mikið og það er of langt upp í hæstráðandi og það er enn lengra upp í ráðuneyti
Já. Og það ég meina... Og þið upplifðu kannski ákveðið valdleysi þarna, ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og þú varst að segja, það svona langar boðleiðir. Ég bara get aftur nefnt að dæmið, sem sagt, þegar ég keypti mér, ég nefndi beinþéttnimælinn minn, en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk störf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótara að greina vandamálin. Þegar ég keypti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að hringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að veri lagi, ég fengi að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keypt. Já. Þegar við keyptum fyrsta ómtæki á Landspítalanum tók svo ákvarðan að taka næstu ár. Já, ég skilji. Og ég meina bara, þú veist, og það er mýmörg svona dæmi. Þá ertu að tala kerfið svo seint og hægt. Það í stórum kerfum náttúruleg tregða. Já. Og ef þú þarft að spyrja rosalega marga, þá tekur það bara tíma að fá svari. Það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan, það bara svo báðuleið löng. Já. Og í báðuleiðinni felst sóun. Já, fullt af fólki kannski, já, í svona skriffinsku en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástandi sem núna eins og bráðamóttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skaða? Ég held að ég held að það sé ekki góðar aðstæður að vera í. Fyrir sjúklingana? Nei, ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé oft á tíðum að geti verið í hættu. Og ég meina, það segir sér sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga. Það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu. Ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum. Ég meina, við vitum það núna bara í vetur varð berklasmitt á bráðamóttökunni. Það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið. Ég meina, þarna eru sóttvarnir fyrir neðan allar hellur. Ég meina, það er erfitt að veita fullnægjandi sóttvarnir þegar 30 manns á gangi. Men það segir sér sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þori ekki að fullir það að svo hafi verið, en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið. Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöður sem komin upp að þú ert hættur á Landspítalanum? Ertu að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna ég meina, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það. Ég ætla að bara efla mína sjálfstæðu stofu. Ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar. Ég vona að það verði raunin. Mér langar mikið til að byggja upp sérfræðilækningar á landsbyggðinni. Hef gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og með ákveðið módel þar í huga. Mér langar að sækja með meiri endurmenntun og sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli. Eitthvað sérstakt sem þið langar að læra eða bæta við þig? Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með mínum gamlu kollegum og gamla handleðarunum mínum. Ég ætla að fá að vera með þeim í viku og fá ferskar hugmyndir beint í æð. Viltu leysa þetta? Með hvað heitir þetta? Þetta hnútaslitgikt. Akkur íslensk? Já, mér finnst hvort það segir rétt að segja íslensk en vegna þess að maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona og ég segi, Helgi Jónsson, vinur minn og gamall mentor, hann er gigtarlæknir og var prófessor í gigtlækningu lengi vel og einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakklátur fyrir þeim dásamlega manni, hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á heimsþingið í slitgikt og hann segir alltaf nú Ragnar, nú leysum við þetta og Já, maður veit, það er gott að vita það eru menn þarna sem eru framsýnir og brautriðendur. Hann brennur fyrir þessu og það er alltaf innblástur að hafa verið umkringdur svona fólki og hann er reyndar að vinna með mér í dag, hann er rekur stofið þó hann sé hættur störfum á Landspítalanum fyrir nokkrum árum síðan og hann er enn í rannsóknum
og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við erum saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt. Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynast þér og þetta búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll. Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll. Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag? Nei, það nokkuð. Ég held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt það var á köflum og þræðirnir voru út kvippin og kvappin og svona og ég vona að fólk skilji það sem var að reyna að koma frá sér og ég bara Þetta sé fullkomi. Við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar lífi. Þannig að ég er bara mjög sátt og ætla að þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera með okkur og fylgjast með okkur og bara góða helgi.